Öndunarfæri. Öndunarfæri okkar sjá okkur fyrir súrefni og losa okkur við koltvísýring. Við erum spendýr og erum með lungu en fiskar eru með tákn sem vinna súrefni úr vatni í stað lofts. Öll líffærakerfi líkamans eru mikilvæg, en ef við hugsum okkur að við getum lifað án matar í nokkrar vikur og nokkra daga án vatns, þá getum við ekki lifað nema nokkrar mínútur án súrefnis. Þegar við hugsum dæmið svona, þá sjáum við hvað öndunarfærin gegna mikilvægu hlutverki og hvað það skiptir okkur miklu máli að þau séu í lagi. Öndun byrjar í munninum og nefholinu. Leið loftsins liggur inn nefið og munnin, niður kokið í gegnum barkann og til lungnanna, sem taka upp súrefni og senda það til hjartans sem dælir því til líkamans, sem svo sendir koltvísýring tilbaka til hjartans, sem sendir það til lungnanna, þannig að hægt sé að losna við það. Lungun og hjartað vinna náið saman. Hringrás blóðsins er skipt í tvo hluta, milli hjartans og lungnanna annars vegar, litla hringrásin, og milli hjartans og líkamans hins vegar, stóra hringrásin. En þið getið fræðst meira blóðrásin og hjartað í myndbandinu hana. Við skulum halda okkur við öndunarfærin. Í lungunum eru berkjur sem skiptast niður í greinar sem minnka á endanum endaðar í litlum blöðrum sem kallast lungnablöðrur. Þær eru umluktar litlum æðum sem taka upp súrefni og senda frá sér koltvísýring. Til þess að þetta geti gerst þá þurfum við að anda að okkur og frá okkur. Þetta gerist með aðstoð vöðva sem er milli rifja og mikilvægasti vöðvinn við öndun er þindin. Þindin er þunnur vöðvi undir lungnunum sem er festur við neðstu rifbeinin. Spennist þindin, þá þenjast lungun út og draga inn loftið og svo ef það slaknar á þindinni þá dragast lungun saman og hleypa loftinu út. Þetta gerist allt án þess að við þurfum að hafa fyrir því og er hluti á ósjálfvirka taugakerfinu. Hæfileiki okkar til að gefa frá okkur hljóð er tilkominn vegna þess að þegar loft fer gegnum raddböndin í barkanum þá titrar þau og við þennan titring myndast hljóð. Auðvitað hafa önnur dýr einnig raddbönd.